þetta var eina ráðið mitt til að fá að syngja lofgjörðum með Júlíunni og kom bara svolítið snemma upp. Alltaf að kvarta við henni, mér aldrei búið að syngja mig í lofgjörðinni. Nei, en svona í alvörinu þá ég bara svona ofboðslega spennt fyrir að standa hérna. Ég bara réð ekki við mig. En sæl og blessuð öll sem vil, ég heiti Katrín Harðardóttir og ég í Hvítasunnu á Akureyri, fyrir þá sem ekki vita það. Ég ætla bara að segja, Guð blessi ykkur fyrir að fara svona snemma á fætur. Standið nú öll upp og hristiði skankan, við erum búin að vera að sitja svolítið lengi svona bara eitthvað. Svona, tökum hérna bara, já, teygja. Ég hef nú aldrei verið þekkt fyrir að vera íþróttaálfur. Ég svona, það nú frekar andstæða hérna megin. Þannig að þetta verður örugglega í fyrsta og síðasta skipti sem ég leiði fólk í teygjuæfingu. En það var þetta ekkert mjög fagmannlega gert. En jæja, ég heiti sem sagt Katrín Harðardóttir eins og ég sagði áðan og ég á gift og á svona 3 nokkuð stálpaðar stelpur tvítugt. Og svona frá því að ég man eftir mér þá hef ég átt Jesú í hjartanu. Af því að ég var svona stálheppin 4 ára aldurinn þá fór ég í KFUK með eldri systur minni og þar ílingdist ég svolítið og þar lærði ég að elska Jesú og Jesú elskaði mig og ég þyrfti að frelsast. En samt ég á ekki neitt svona frelsismoment samt sem áður eins og margir eiga. Vegna þess að ég upplifði bara alltaf að Jesú væri í hjarta mínu og ég vissi það að ég vildi hafa Jesú í hjarta mínu og ég vissi að hann var alltaf með mér. Og þrátt fyrir það, þá finnst mér leiðilegt að þurfa að segja það að lífið með Jesú hefur ekki alltaf endilega verið svona algjörlega sléttur og breiður vegur. Hann er frekar stundum þröngur og af og til hefur hann verið með einhverjum steinvölum í. Og ég hef átt til að brasa eitthvað sem var kannski ekki alveg í áætlun Guðs og Guð hefur alltaf sýnt mér náð. Hann hefur alltaf komið og hann hefur leiðrétt kúrsinn. Stundum hefur mér þótt að vera fjarlægur, en reynslan segir mér að það var ég en ekki hann. En það sem alltaf hefur staðið er trúfesti Guðs við mig. Guð kallar mig alltaf og hann leiðrétti kúrsinn og saman höldum við áfram að tölta veginn, Jesú og ég. Mér langar til að áður en við byrjum, að við bara biðjum örlítið. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir það að við megum eiga svona góðan morgun. Ég þakka þér fyrir það að við megum vakna árla drottinn minn og við megum byrja daginn á að lofa þig. Og ég þakka þér fyrir það að við megum koma út og við megum skynja náðin þín nýi dag. Það er nýr dagur, það er ný náð og ég þakka þér fyrir það, drottinn minn, að þú átt erindi við okkur öll hvert og eitt í dag. Ég þakka þér fyrir það, drottinn minn, að þú þráir að uppfylla líf okkar. Ég þakka þér fyrir það, Herra, að þú ert hér og bíður eftir við komum fram fyrir þig með það sem liggur okkar hjarta. Þú þráir að umbreyta lífum okkar og þú þráir að við lifum í þér, í nærveru þinni og í sigri þínum, drottinn. Ég bið það orð sem ég segi hér, drottinn, mætti vera til uppbyggingar, drottinn minn, og andi þinn, drottinn, megi snerta við öllum sem hér er inni, að það megi aðeins vera þitt orð í Jesú nafni. Amen. Og af því ég sagði nú aðeins vera þín Guðs orð, þá ætla ég nú að segja svona frá því að það eru kannski alveg sletta fólki sem veit ekki hver ég er. Ég kem ekkert mjög oft hérna í kvotið, að því ég er ofboðsleg heimakissa og finnst þetta vera mjög langt ferðalag. Og ég er svo ofboðslega ferðaveik. Ég æli bara tilhugsun að fara í eitthvað farartæki eða rólu eða vegarsalt eða eitthvað. En þrátt fyrir þetta langt, þá hef ég nú komist hingað nokkrum sinnum, sérstaklega svona í gamla daga á mínu sokkabandsárum. Og ég á mjög svona erfiða minningu frá þessum stað. Eitt sinn, þegar ég var svona, allir hafi ekki verið svona 21 eða eitthvað, þá fór unga fólki í Hvítasunnu og Akureyri hingað á mót. Og forstöðumaðurinn þá, hann Teddi Theodór Birgisson, og hann fór með í þessa ferð. Og ég náttúrulega byrja á því heima að taka bílveikistöflu, svo ég geti nú lifa af þessa rútuferð, langa rútuferð. Og þetta gekk allt saman vel og mótið var frábært og svo ætlaði að fara að leggjast það heim. Það áttaði ég mér til skelfingar, ég hafði bara gleymt bílveikistöflunum heima.
Og ég gerði nú bara öllum ljóst að upp í þessa rútu færi ég ekki í langferð edrú. Það var upp í fótur og fit og þetta var alveg að stórkostleg vandamáli sem forstöðumaðurinn tók náttúrulega sér að leysa. Það ýmislegt skrautleg mál sem komast á borði hjá honum. Hann ræsti út heimilislæknin hérna sem að opnaði heilsugæslustöðina á sunnudegi, sunnudags seinnipart og við keyrðum með rútunni þangað og Teddi brokkaði út og inn til læknisins til þess að ná í bílveikistöfluna, kemur út í rútuna aftur sigri hrósandi og segir hátt og snjallt: Læknirinn átti ekki neina á bílveikistöflu, en hann átti þennan stíl sem þú getur fengið. Og það varð hérna svona, ég átti svona walk of fame eða shame þar sem ég stóð upp í rútusætinu, tók stílinn úr hendi hans Tedda og rölti mér inn á baðherbergi á heilsugæslustöðinni. En heimferðinni manni lítið eftir og ég veit ekkert hvað var í þessu sem að forstöðumaðurinn lét mig fá, en það var eitthvað gott stöf. En, jæja, þetta var örugglega mjög uppbyggjandi, eða ekki, andlega svona. Jæja, ég átti upphaflega að vera með 20 mínútna predikun, hugleiðingu, biblíulestur. Og þetta er bara flott, eins og ég tala aldrei lengur en 20 mínútur svona uppi, þannig er enginn að hlusta á mig lengur og ég bara missi einbeitinguna sjálf líka ef ég er eitthvað mikið lengur. Þannig að þetta var bara ágætt og ég sagði bara já, ekkert mál, ég skal græja þetta. En svo hringir nú Jóhanna Norðfjörð í mig og segir að þetta er nú verið smá misskilningur. Þetta sé sko biblíulestur, það er lofgjörð milli 10 og 11 og biblíulestur milli 11 og 12. Og ég sé bara klukkutími, ég tala aldrei lengur 20 mínútur. Hún bara, jú, þú getur þetta alveg allt saman. Og ég er náttúrulega búin að sitja heima og rembast við að skrifa ræðu klukkutíma. Og ég get það náttúrulega ekki, þannig að þetta eru svona cirka 3-20 mínútna ræður. Nema, svo kem ég hingað og þá situr hérna hún Natalie, já, ég hef aldrei hitt hann áður, ég er ekki alveg viss. Og hún segir við mig bara, það fólk er búið að sitja hérna svona lengi, þetta er ekki búið langt eða ekki. Ég bara, svona klukkutími, svona 20 mínútur alveg nóg. Og ég er hérna, ég hugsa, ég vil bara gefa út bókina seinna. En ég skal reyna að tala hratt og stytta mál mitt. Og hér erum við nú öll mætt, búin með klukkutíma og eigum eftir annan. Og erum bara eins og bylgjan, björt og brosandi, er það ekki? En þið megi alveg standa upp og fá okkur kaffi eða þið eru alveg að líða upp út af. En jæja, hef ég nú leikinn. Það gaf mjög notalega tilfinningu að ég skildi hún vera hringt í mig til þess að biðja mig að tala hérna. Ég veit reyndar ekki númer hvað ég var í röðinni, en það skiptir engu máli. En það er gott að fá smá viðurkenningu og einhver mun eftir manni og svona, maður finnur aðeins svona til sín. Og maður fær svona valdefling út á það. Og að því ég sagði að því ég var nú látið ykkur gera einhverja teygjur áðan, var eins og bjáni hérna, því ég er nú sko minnsti íþróttálfur sem til er, að þá eru sumir rosalega mikið fyrir það að keppa og vinna. Ég er ekki mikið fyrir það að keppa því að ég vinni vilt ekki, þannig ég læt að ég vilt vera. En ég er nú ekki alveg skín í skroppin og les fréttir og ég veit til dæmis að landsliðsstelpurnar okkar í fótbolta eru komnar í úrslit á EM. Og ég ætla bara að segja það, ég er bara mjög stolt af þeim og það er ekki bara þær sem eru stoltar, við erum líka stolt. Og svo erum við náttúrulega öll búin að horfa á Ólympíuleikann eitthvað, einhver allavega. Já, íþróttálfurinn ég er nú samt búin að kíkja aðeins og þar er að keppa til dæmis Simone Biles í fimleikonum, besta fimleikakona fyrr og síðar og hún er að keppa. Og það sem er merkilegt við hennar Simone Biles var það að Ólympíuleikunum 2020 í Tókjó, þá mætti hún á svæðið og það voru gríðarlega væntingar, það bjögust allir við að hún myndi vinna alla greinarnar sínar, en svo bara hætti hún. Hún átti á sig á því að hausinn og líkaminn fylgdust ekki að, eða öfugt. Og það getur bara verið mjög hættulegt, minnst það eykur svo líkurnar á meiðslum. Þannig að eftir 4 ára þrotlausa æfingar, brjálæðislega væntingar, mikilvægt á sig, þá var hún bara hætt að keppni. Þvílík vonbrigði og þvílíkt niðurbrot. Hún náði engum að markmiðum sínum. En
Það sem hún gerði var það að hún opnaði umræðuna mikilvægi þess að eiga gott andlegt líf og það sé í takt við það sem að þú ert að gera. Að það ekki nóg að vera góður líkamlega, þú þarft líka að vera í lagi hérna uppi. Og hún braut niður fordóma gagnvart andlegum vandamálum og síðast en ekki síst, hún var öðrum fyrirmynd sem gátu þá leita sér líka hjálpar eins og hún gerði. Og svo mætti hún núna til Parísar og rúlaði þessu öllu upp, ekki satt. Hún reynslunni ríkari, margir eru reynslunni ríkari, hún hefur hjálpað mörgum og hún náði sér aftur. Stundum það þannig að vonbrigði og ósigrar í lífinu geta samt leitt til ýmis góðs. Og við þeim kristnu, við þurfum líka að huga andlegu heilsun okkar. Við þurfum að nála okkur Guði svo kollurinn okkar verði í takt við það sem við segjum og gerum. Eða það sem við segjum og gerum verði í takt við andlega lífið okkar hér með Guði. Og ef að einhver hér nú ekki alveg á nógu góðum stað í lífinu, stundum við þar, þó við séum kristin og trúið, þá það ekki bara þannig að við vöknum með fullkomlega hamingjusöm alla daga og allt sé í stakasta lagi á öllum sviðum og krókum og kimum lífs okkar. Við lifum nú þrátt fyrir alltaf þess að jörðu eins og allir hinnir. Að þá skaltu vita það að Jesú vill breyta hugum okkar og hann getur breytt ósigri í sigur og hann vill að við lifum sigrandi trúarlífi svo að líf okkar getur verið til heilla og hamingju og allir mættu sjá að Jesús drottinn. Ég hlusta á prest, ég búin að hlusta svolítið á svona viðtöl við trúafólk sem svona að segja frá lífi sínu með Guði. Þessast prestur sem heitir Nigel Mumford og hann sagði að hann alltaf verið ógeðslega lélegur að læra í skóla. Ég er kennari, ég hef hitt alveg ótrúlega marga mismunandi námsmenn en ég er löngu búin að átta mig á því að hæfileiki til þess að læra bókina segir ekkert til manns kosti manns. En allavega þegar hann 7 ára, þá sagði stærðfræðikennari hans við hann yfir allan bekkinn, þú getur ekki neitt, þú bara getur ekki neitt. Og þessi orð mörkuðan og hafði eyðileggjandi áhrif á sjálfsmyndans næstu árin. Og hann langaði svo að vera lögreglumaður og hann reyndi að taka prófið í lögregluskólan en fjall, að því hann var svo, var ekki nógu klár, þetta hans eigin orð. Og í staðinn fór hann í sjóherinn þar sem hann var í 38 ár, en hætti svo vegna þess að hann var komið sem mikla áfallastreituröskun og hann stofnaði innraumunarfyrirtæki. Og það var brjálæði að gera í þessu fyrirtæki, hann var með fullt af starfsmönnum, en dag einn kom kona í fyrirtækið og líf hans breyttist á augabragði. Þegar hún inn í búðinni og þá horfir hann á hana og honum finnst eins og hún sé bara eitthvað þjáð og eitthvað lasin. Þannig að þegar hún fer út úr búðinni, þá lappar hann til hennar, eða hún leiðin út, lappar hann til hennar og segir, ekki allt í lagi? Ertu eitthvað lasin? Og þá segir hún, ég er með svo hrikalega slæman hausverk, ég er bara að drepast af hausverk. Og áður en hann áttaði sig á því, þá var hann búinn að leggja hendurnar á höfuðið á henni. Og konan segir svo, hvað gerðirðu? Verkurinn farinn. Og hann sagði bara, ég gerði ekki neitt. Og þess að hann fattaði að þetta var Guð sem hafði gert. Og á næstu árum komu alltaf fleiri og fleiri inn í fyrirtækið, ekki að fá rammaða einn mynd eða kaupa ramma, heldur til að fá fyrirbæn lækningu. Og endanum þá komu fleiri inn í fyrirtækið til að fá fyrirbæn, heldur en að fá innramma ramma. Var ég að segja þetta áðan kannski? Jæja, ég greinilega ætla að vera mjög lengi, þetta var 2 tíma. Þannig að það endaði á því að hann seldi fyrirtækið og helgaði líf sitt á því að biðja fyrir fólki að Guð læknaði það. Hann var dýrmætur þjónn Guðs, hann gaf sig Guði og maðurinn sem ekkert gat, Guð lyfti honum upp. Ekki til að verða lögregluþjónn, heldur til að verða þjónn Guðs. Og Guð sýndi honum að veri mikils virði og vegna bæna hans færði hann sigur á lækningunni líf margra annara. Og Guð læknar enn í dag og hann gerði ekki bara á tími Biblíunnar og ég hef einu sinni upplifað lækningu Guðs. Ég var einu sinni ofboðslega slæm í hnénu fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan og ég var búin að vera svona mjög lengi, örugglega í marga mánuði, kannski 2 ár eða eitthvað.
Og ég skil bara ekkert í dag okkur ég fór ekki til læknis. Kannski bara því að ég var bara ung og með eitthvað allt annað að hugsa, en ég var alveg að drepast alltaf í hnénu. Og ég fór að samkoma það sem var boðið upp á fyrirbæn og ég ákvað að grípa tækifærið. Og fyrirbyggjandi lagði hendina á hnéð á mér og ég fann alveg brjálæðislega hitatilfinningu komið hnéð. Það var bara sjóðandi heitt. Og þegar ég kom heim kvöldið, þá var hnéð ennþá sjóðandi heitt. Og svo fór ég bara að sofa og morgunin eftir var ég bara good to go. Aldrei verið betri. En svona Guð. Hann hinn sami í gær og í dag og aldir. Og að þetta átti nú að vera biblíulestur, þá skulum nú bara reyna að koma okkur aðeins í biblíuna og hætta í reynslusögunum. En þær eru samt svo frábærar, mér finnst það bara, það er svona hlýja hjarta, það minnir mig á hvað Guð er stórkostlegur. Finnst ykkur ekki gaman að heyra fólk segja svona sögur? Já, mér finnst það æðislegt. Jæja, að þetta voru biblíulestur, þá byrjum við bara blessu 1. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð og allt sem á hann er. Og hann skapaði manninn til samfélags, við sig hann syndin læddi sig í heiminn. Inn í líf mannsins og mörkuðu þau mistök, hans sig heldur betur í líf okkar mannana. Jesú kom inn heiminn til að frelsa okkur frá syndinni. Kom í heiminn til að endurbyggja þetta samband sem hann vildi eiga við okkur. Og hann dó á krossinum og reis upp fyrir okkur og þar leiðandi sigraði hann hið illa og syndina. Og ef einhver hér inni upplifir ekki að hann eigi þetta dásamlega frelsi og frið og lausn í Jesú, þá hef ég bara eitt að segja, þú ert að frelsast. Þú ert að gefa Jesú líf þitt. Vegna þess að þá muntu eiga aðgang að ríki Guðs, konungana, drottnana og öllum þeim fyrirheitum sem að gefur okkur í biblíunni sem eru til heilla og hamingju og veit okkur vonaríka framtíð. Og hver vill ekki eiga ævi til heilla og hamingju og vonaríka framtíð. Það háir okkur reyndar svolítið að við erum pínu takmarkaðir í hugsun en Guð. Það þýðir að við skiljum ekkert alltaf hvað hann er að fara. Við biðjum, en hlutirnir æxlast ekkert endilega alltaf eins og við höfum séð fyrir okkur að við myndum gera. En við eigum samt mýmörg fyrirheit að við getum treyst Guði. Í Rómverjabréfinu 8:28 stendur: Við vitum að þeim elska, eða Guð elska, samverkar allt til góðs, þeim sem kallaðir eru eftir ákvörðun Guðs. Og í Jeremía 29:11 segir: Því ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju fyrir yður. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og Guð hafði þennan tilgang með því að skapa manninn og hann vildi samfélag og vináttu okkar. Og persónur biblíunar, það er nefnilega merkilegt, þeir voru bara svona eins og ég og þú. Þeir áttu sér sögu bæði ósigrum og sigrum. Og hér getum við nefnt Móses, Samson, Davíð, Jakob, Esau, Pétur og við getum bara endalaust talið. En ég ætlaði fyrst eiginlega að tala alla þessa kappa. En þá hefði ég hugsanlega konar sem að tala bara 20 mínútur, bara hefði tekið bara allan daginn. Þannig ég ákvað að detta hérna í svona þessa mundir er eiginlega uppáhaldssagan mín og ég hef einu sinni talað hann áður, en ég ákvað að gera bara pínu öðruvísi núna. Þetta er sagan Jakob og Esau og Rakel og Leu. Mér finnst þetta bara geggjuð saga. Hún er svo krassandi, hafið þið spáð í þetta. Þetta er eins og góð sjónvarpssería. Við sjáum ástir og afbrýði, svik og pretti, ósigra og sigra. Og þarna birtist glöggt breiskleiki mannsins og það sem stendur upp úr er samt trúfesti Guðs sem stendur stöðug sama hvað. Hér eru helstu persónur kannski á glæru. Er hægt að setja upp glærur, Benni? Já, ok. Sjáu þið glærur? Ok, ég sé enga glærur, það er flott. Sjáu þið Jakob Esau? Já, ok, frábært. Ég sé ekkert. Ég sagði við Benni, ég myndi bara segja henni hvernig ætti að koma glærur. Svo er ég bara búin að gleyma því öllu. En já. Þarna sjáum við Ísak og Rebekka. Þau voru foreldrar Esau og Jakob sem voru tvíburar. Og Laban, hann átti dæturnar Leu og Rakel. Og svo tökum við næstu glæru. Hér sjáum við bræðuna Jakob og Esau, sjáum við þá. Esau var loðinn en ekki Jakob.
Mér finnst þetta alveg merkilegt hvað eru líkir hérna leikaranum Paul Rudd. En í fyrstu Mósebók 25-27 áfram, þá lesum við tvíburabræðurna Jakob og Esau. Esau, hann kom fyrst í heiminn og var frumburðurinn og átti frumburðarréttinn. Hann var eftirlæti föður síns. Jakob var hins vegar númer 2 í heiminn og hann var eftirlæti móður sinnar. Þetta svona eins og ég og tvíburasystir mín, reynda bara öfugt. Ég var númer 1, var eftirlæti móður minnar, hún var númer 2 og eftirlæti föður síns. En svo reynda breyttist þetta, þau eldumst. En ekki þannig að þau verður ekki að gera upp á milli okkar, þetta var eitthvað ekslæðis svona. Af því að það þarf náttúrulega 2,5 eitthvað. Jæja, en við skulum nú hefja þessa æsispennandi frásögn þegar að Jakob svíkur frumburðarréttinn út úr Esau og tvíburabróður sínum. Og þetta í 25. kafla 27. vers áfram. Sveinarnir urðu fullvaxta og gerðist Esau slingur veiðimaður og hafðist við á heiðum, en Jakob var gæflindur og hélt sig við tjöldin. Ísak elskaði Esau því að honum þótti villibrá góð, en Rebekka elskaði Jakob. Einhverju sinni var Jakob að sjóða mat, kom þá Esau ofan af heiðum og var örþreyttur. Og Esau segir við Jakob, gefðu mér strax þetta rauða, að ég er alveg dauðþreyttur. Og af þessu sökum var hann kallar Edom, sem þýðir hinn rauður. Ég er alltaf svona stundum með svona leikrattir, kannski smelli það betur. Þá mælti Jakob, seldu mér þá frumburðarréttinn þinn. Og Esau svaraði, hér er ég að dauða komin, hvers virði mér þá frumburðarrétturinn? Og Jakob sagði, sverðu mér eið strax. Og Esau sór honum eið og seldi Jakob frumburðarrétt sinn. Jakob gaf Esau brauð og baunakássu og hann át og drakk, stóð á fætur og fór sína leið. Þannig óvirti Esau frumburðarréttinn. Og nú skulum kíkja eins á frumburðarréttinn, þess að frumburðarrétturinn var stór hlut af því hver Esau var og hafði áhrif á þá framtíð sem honum var ætlað og hann átti í vændum. Frumburðarrétturinn veitti rétt til að stjórna og viðhalda fjölskylduveldinu. Litið var á frumburðinn sem leiðtoga sem ber ábyrgð á velferð fjölskyldunar. Hann tók mikilvægar ákvarðanir og hann var andlegur leiðtogi og höfuð fjölskyldunar í samfélagslegu tilliti. Og það er líka líklegt að svona lagalega séð hafa hann haft betri rétt heldur en aðrir í fjölskyldunni. Frumburðarrétturinn spilaði líka hlutverk í sáttmála Guðs við Abraham, sem var afi Esau og Jakobs. Hann var farvegur fyrir þær blessanir sem að Guð lofaði Abraham og loforðum fjölda afkomenda, land og farvegur fyrir samband við Guð. Og við sjáum að Esau tekur þessum rétti sínum léttvæglega, bara allt of léttvæglega, og það hafði afleiðingar. Hann var nú ekki mikið að hugsa þau forréttindi og þá ábyrgð sem fyrir honum lá á þessari stundu. Hann var í núinu. Hann var svangur og hugsaði ekki lengra en að seðja hungrið. Ég er oft svöng og hugsa ekkert lengra en að seðja hungrið og veit fátt betur en að borða. Ég hef vissa með honum, en þetta var ósigur hins hvatvísa Esau. Hann féll fyrir skjótfenginni máltíð sem satt hann í nokkra klukkutíma en galt fyrir hann að dýru verði. Og stundum gerum við eitthvað. Við hlaupum á okkur, grípum tækifæri sem gefast, ásælumst eitthvað sem að virðist girnilegt í fyrstu eða föllum fyrir freistingu sem seðja skammtíma hungur en verður okkur til tjóns til lengri tíma litið. Stundum að segja lítum við kannski léttvægt á þá arfleið sem Jesú hefur gefið okkur þegar við hefum gefið honum líf okkar. Og það er kannski eitthvað sem að maður þarf kannski að huga betur á og passa sig og hugsa og gera sig grein fyrir því. Svo arfleið sem að Jesú hefur gefið mér með því að frelsa mig og leysa mig, að hún er ábyrgðarhluti og hún er dýrmæt. Freistingarnar eru oft eins og eplið í aldingarðinum. Ofboðslega fallegt og ferskt. En svo verður það bara fyrir illa í maga og maður er strax svangur aftur. Hafi ekki tekið eftir borðar epli, maður er strax svangur aftur. Jakob aftur á móti, þetta var hinn röddin, Jakob aftur á móti og kannski sérstaklega mammans voru mjög meðvituð mikilvægi frumburðarréttarins og hvaða stöðu frumburðarrétturinn gaf.
og ásamt því að hann veitti líka samband við Guð. En sagan rétt að byrja og við skulum stikla á stóru og lesa í 27. kafla og áfram í 28. kafla, vegna þess að Jakob ekki hættur þó að sem komið frumburðarréttinn, að óeggjan móður sinna stelur hann líka blessun Esau sem faðir hans ætlaði að veita honum. Og í 5. versi 28. kafla þá Rebekka, móðir þeirra bræðra, að tala við Jakob og hún segir: ég heyrði föðurinn segja við Esau bróðir þinn, færðu mig villibráð, tilreitu mér eftirlætis rétt minn svo ég geti étið og blessaði fyrir augliti drottins áður en dey. Hlýtu mér nú sonu minn og gerðu eins og ég segi þér. Farðu til hjarðarinnar og færðu mér 2 væna kiðlinga og ég mun tilreiða föður þínum ljúffenga rétt sem honum geðjast að. Færðu hann föður þínum til þess að hann blessi þig áður en hann deyr. Og Jakob segir við Rebekku móður sína: gáðað, Esau bróðir minn er loðinn en ég hef mjúka húð. Vera má að faðir minn þreifa á mig og þá má hann þykja sem ég hef ætlað að blekkja sig, en ekki. Og ég hef þá leitt yfir mig bölvun en ekki blessun. Og móðir hans svaraði honum: bölvun þín kæmi yfir mig, sonur sæll. Hlýddu mér aðeins, farðu og sagtu mér kiðlinga. Og hann fór þá og sótti kiðlingan og færði móður sinni og hún tilreiti ljúffengan rétt sem föður hans geðjaðist að. Og Rebekka tók viðhafnar klæði Esau eldri sonar síns sem hún hafði hjá sér í húsinu og færði Jakob yngri son sinn í þau. Kiðskinni lét hún hendur honum á hálsinn þar sem hann var hárlaus og ljúffenga réttin sem hún hafði matrétt og brauð fékk hún í hendur Jakobi syni sínum. Finnst ykkur þetta ekki spennandi saga? Er ég bara ein þarna að skemmta mér svona konunglega yfir þessu? Ég les hann aftur og aftur, mér finnst hann alveg bara dásamlega þessi frásögn. Tragísk reyndar líka, en já, það er nú eitthvað gott í þessu. Jakob gekk inn til föður síns og sagði: faðir minn, og hann sagði: hér er ég, en hver ert þú, sonur minn? Og Jakob sagði við föður sinn: ég er Esau, frumburður þinn. Ég hef gert eins og þú sagði mér, sestu nú upp og eta villibráð minni svo þú getur blessa mig. Þá sagði Ísak við son sinn: hvernig máttir þú finna svona nokkuð skjótlega, sonur minn? Og hann svaraði: því að drottinn Guð þinn lét að verða á vegi mínum. Jáhá, einmitt, skulum blanda honum í þetta. Ísak sagði þá við Jakob: komdu nær, sonur minn, að ég megi þreifa á þér og vita hvort þú sért Esau sonur minn eða ekki. Jakob gekk þá til Ísak föður síns og hann þreifaði á honum og mælti: röddin er rödd Jakobs, en hendurnar eru hendur Esau. En hann bar ekki kennsl á hann því að hendur hans voru loðnar eins og hendur Esau bróður hans og hann blessaði hann og hann sagði: ertu örugglega Esau sonur minn? Það er nú eins og hafi verið einhverjar vangaveltur hérna hjá honum gamla. Og Jakob sagði: ég er hann. Og þá sagði Ísak: færðu mér réttin, ég ætla að snæða villibráð sonar míns svo ég geti blessað þig. Og hann færði honum og hann mataðist og hann bar fram vín og hann drakk. Og þá sagði Ísak faðir hans: komdu nær, sonur minn, og kysstu mig. Og hann kom nær og minntist við hann og þegar Ísak fann ilminn af klæðum hans, blessaði hann og sagði: sjá, ilmurinn af syni mínum er eins og ilmur af akri sem drottinn hefur blessað. Og Guð gefið þér af dögg himins og feiti jarðar og nóttir korns og víns. Þjóðir lúti þér og líðir þjóni þér. Drottna þú yfir bræðrum þínum og synir móður þinnar lúti þér. Bölvaður sé sá sem þér bölvar og blessaður sá sem blessar þig. Þarna færist blessun frumburðurinn sem ætluð var Esau yfir á Jakob. Og það er nú ekki hægt að segja annað en að þau voru kæn, mæðginin Rebekka og Jakob. Og við eigum það stundum líka til að vera eitthvað kæn, vera sjálfhverf og vinna í eigin þjáu og stundum jafnvel þó að séu kostnað annara. Sumir eru bara að gera eitthvað sama hvað það kostar. Við eigum stundum til að vera hvatvís og gleyma að hugsa í stóra samhenginu. Hvaða áhrif hafa gjörðir okkar til lengri tíma? Reynum að muna eftir Guði og nálægjum okkur honum svo að athafnir okkar orði í daglega lífinni verði til blessunar en ekki til tjóns. Guð þekkti Esau og Jakob. Hann vissi alveg glöggt hvernig allt færi. Hann vissi að Esau myndi líta léttvægt á frumburðarréttin sinn en Jakob ekki. Rebekka mamma þeirra hafði nefnilega fengið spádóm þegar hann var ófrískaðinn bræðrum og sá eldri, sem sagt Esau, að hann myndi þjóna hennum yngri, sem var Jakob. Og þetta getum við lesið í 1. Mósebók 25. kafla 23. versi. Og þessir atburðir marka af upphaf þess að spádómurinn fer að rætast og hvernig örlög þeirra bræðra æxlast.
Og ég ætla bara að segja ykkur það, að það var ástand á heimilinu þegar Esau kom heim og upp svikin komst. Esau vildi drepa bróður sinn, hvorki meira né minna, og Rebekka móðir þeirra ráðlagði Jakobi að yfirgefa heimilið og fara og hitta Laban frænda sinn sem var bróðurinn af Rebekku. Og Jakob heldur á brott. Og í 28. kafla og 10. vers áfram lesum við að Jakob fyrir að heiman frá Berseba og áleiðis til Harran. Hann kom á stað nokkurn og var þar nóttina þegar sól var sest. Hann tók stein þar var og sett undir höfuð sér og lagðist þar til svefns og hann dreymdi draum. Honum þótti stigi standa á jörðu og ná til himins og englar Guðs fóru upp og niður eftir stiganum. Og þá stóð drottinn hjá honum og mælti: Ég drottinn, Guð Abrahams föður þíns og Guð Ísaks. Það land sem þú hvílist á gef ég þér og niðjum þínum. Þeir munu verða fjölmennir sem duft jarðar og breiðast út til vesturs, til austurs, til norðurs og suðurs og allar ættkvísli jarðarinnar munu blessun hljóta niðjum þínum. Og sjá, ég með þér og gæti þín hvar sem þú ert og mun leiða þig aftur til þessa lands því að ég yfirgef þig ekki fyrir en ég hef komið því til leiðar sem ég hef heitið þér. Og nú vaknar Jakob og hann mælti: Sannarlega drottinn á þessum stað og ég vissi það ekki. Og hann óttaðist, drottinn var hræddur og sagði: Hversu óttalegur þessi staður? Hér vissulega Guð og hlið himins. Og Jakob reis upp árlu morguninn, vitið það er svo gott að vakna snemma, ég elska á góða morgna, tók steininn sem hann hafði haft að svefli, en með betur kottasamt, setti hann upp sem merkistein og hellti ilmolíu yfir hann. Og hann kallaði staðinn Betel sem þýðir hús Guðs, eða staður þar sem nærvera Guðs er. Áður hét borgin Lús. Þá gerði Jakob heit og mælti: Ef Guð verður með mér og gæti mín á vegferð minni og gefi mér brauð að eta og föt að klæðast og komist ég heill á húfi aftur í hús föður míns, skal drottinn vera minn Guð. Og steinn þessi sem ég sett sem merkisteinn skal verða mér Guðs hús og ég skal gjalda þér 10% af öllu sem þú gefir mér. Og orð drottins í þessum draumi staðfesta það sem að Jakob, pappans, hafi sagt við hann áður en hann fór að heiman. Og þarna verður vendipunktur í líf hans Jakobs. Hann á þarna fund með Guði almáttugur sem var persónlegur Guð og hann talar til hans. Jakob skynjar mikilvæg hans og er hræddur og Guð gefur honum fyrirheit land og hann muni eignast aragrúa afkomendum og blessun drottins muni hvíla yfir þeim og hann muni sjá fyrir honum. Þarna sjáum við í rauninni blessun Abrahams, það er að segja loforð sem Guð gaf Abraham, hvíla yfir áttinni frá kynslóð til kynslóðar. Og í kafla 17 til 18 segir: Mun ég ríkulega blessa þig og margfalda kyn þitt, mikilvæg eins og stjörnur á himni, eins og sand á sjávarströnd, og niðjar þínir skulu ná að borgarhliðum óvina þína. Allar þjóðir heims munu blessun hljóta af niðjum þínum vegna þess að þú hlýðnaðist raust minni. Og þarna játar Jakob drottinn sem Guð sinn og hann tekur olíu og hellir við steinin sem er táknum nærveru Guðs. Og hann helgaði Guð í staðinn. En Jakob heldur nú ferð sinni áfram og kemur til Labans frænda síns og þegar hann sá Rakel, dóttur Labans, móðurbróður síns, koma með fé Labans, gekk hann að brunninum, velti steinunum frá og brýndi þar fé Labans, móðurbróður síns. Síðan kyssti hann Jakob Rakel og brast í grát og hann sagðist vera frændi föður hennar og sonur Rebekku. Og hún hleypur á stað og segir pappa sínu þetta og hann kemur og segir: Sannarlega ert þú hold mitt og bein, þegar Jakob er búinn að útskýra allt fyrir honum. Sko, Jakob er bara voðalega tilfinningasamur þegar hann mætir hérna við brunnin, hann er bara að gráta og ég spáði hvort það væri kannski bara að þennan svo ofboðslega ástfangin að Rakel við fyrstu sýn. En svona þegar ég gáði betur að því þá var hann nú kannski hugsalega, hann hafði verið í einhverju ægilegri hættuför og hann var loksins komin á leiðarenda. Guð hafði leitt hann á leiðarenda. Þannig ég held að hann hafi bara verið yfirkomin af feginleik. Það er svo gaman að velta fyrir sér alls konar. En í þessum texta hittast Jakob og Rakel, dóttir Labans, við brunnin. Og í Biblíunni þá er fólk að hittast við brunna í nokkur skipti.
þarna hittast Jakob og Rakel við brunnin og Abraham, hann sendi þjón sinn til að finna konu fyrir Ísak og finnur hann hana Rebekku við brunn og í Jóhannes guðspjalli, 4. kafla, 1-42, hittir Jesús samvisku konuna við brunnin. Það virðist vera að þegar að fólk hittir einhvern við brunnin í Biblíunni, þá sé það tákn guðlega handleiðslu og það verða alltaf einhver svona straumhvörf í lífi fólks við brunnin. Brunnurinn gefur lifandi vatn, það ekki? Lifandi vatn sem Jesú vill gera. Og nú langar mig til að spyrja, hefur þú komið að brunninum? Hefur þú komið að brunninu sem geymir í lifandi vatn, sem að geymir nærveru Guðs og frelsið í Jesú og fyrirgefningu og náð hans og fengið að drekka og aldrei þyrsta aftur. Og það merkilega að við megum koma samt aftur og aftur að brunninum. Við megum hitta Guð, drekka hennu lifandi vatni og leyfa Guð að marka líf okkar aftur og aftur. Þannig að merkilegt að spá í það. Og þá datt mér hjá Guð oft líka á fjöllum, hitti fólk á fjöllum. Kannski þarf ég eitthvað að skoða það seinna, en það verður nú ekki núna í þessum klukkutíma. Og aftur að Jakob og Rakel, nú erum við komin í fyrstu ástarsögun í Biblíunni. Og að þessum tíma eru hjónabönd nú yfirleitt hagsmunasambönd, fjölskyldna en ekki ástarsambönd. Og ef það var, þá það nú bara bónus. En Jakob, hann bara stórkostlega ástfanginn af henni Rakel frænku sinni. Í sömu menningarheimi menn fólk að geta stressa sig við miklu skyldleika. Og hann vil tala fjölskyldun til góðs að giftast innan ættarinnar og halda auð og auð og valdi fjölskyldunar samþjöppuðu. Og nú skulum við kíkja á Rakel og Leu á nýrri glæru. Hér sjáum við Rakel og Leu. Rakel voða skvísa, en Lea var daufeygð og þess vegna erum við sólglerugu. Það nú reyndar alveg einkennilegt hvað það systur eru líkar leikkonni Jennifer Aniston, en það nú svona margt skrítið í Kýrjusnum. Og ef við tökum nú næstu glæru, þá lesum við í 29. versi og 29. kapla 15. versi áfram. Eitt sinn sagði Laban við Jakob, ekki þér ætlað að vinna fyrir mig kauplaust þó þú sért frændi minn. Segðu mér hvað þú vilt fá í laun. Ég vildi óska þess að maður minn spyrði mig hvað viltu nú fá í laun? Og Jakob vildi náttúrulega bara fá Rakel í laun, en Laban átti 2 dætur. Og hinn eldri Lea og yngri Rakel. Og Rakel var bæði vel vaksin og fríð sínum, segir, en Lea var daufeygð, eins og ég sagði. Kannski var hún bara sá illa eða blind, ég veit það ekki. En Jakob segir, ég skal vinna fyrir því 7 ár til að eignast Rakel yngri dóttur þína. Og Laban svaraði, já, það nú betra ég gefi þér hana heldur en einhverjum öðrum manni. Og ertu kyrr hjá mér, og síðan vann Jakob í 7 ár til að eignast Rakel. Og honum fannst það bara eins og þetta væri fáinni dagar, þetta var allt svo dásamlegt, hann var svo ástfanginn. Og Jakob sagði við Laban, jæja, gefðu mér nú konuna mína, tíminn liðinn, leyfðu mér að ganga inn til hennar. Og Laban bauð þá bara til veislu, öllum sem voru á staðnum. En kvöldi tók hann Leu dóttur sína og leiddi hann inn til Jakob sem laðist með henni. Og Laban gaf Leu dóttur sinni silpuambát sína til hún þjónaði henni. Og morguninn var Jakob þess var að þetta var Lea. Og hann segir við Laban, hvers vegna gerur mér þetta? Hef ég ekki verið að vinna fyrir Rakel í 7 ár? Hvers vegna hefur þið svikið mig? Og Laban svaraði, það nú ekki venja hér að gifta fyrir frá sér yngri dótturina en hérna eldri. Haltu nú brúðkaupsvikuna út og þá mun ég gefa þér hina dótturina líka fyrir þá vinnu sem þú innir að hendi næstu 7 árin. Næja honum ekki vel, hann var örugglega svona. Jakob fellst nú á þetta og hélt út brúðkaupsvikuna með Leu og síðan gaf Laban honum Rakel fyrir eiginkonu og hún fekk ambáttina Bílu og til að þjóna sér og Jakob laðist nú einnig með Rakel og hann elskaði hana meir en Leu og hann vann síðan önnur 7 ár fyrir Laban. Þetta nú meiri sagan. Rakel hinn fagra átti eldri systur hann Leu og samkvæmt hefðinni þar skildi hún giftast fyrst en hún var nú ekki greinilega ekki eins álitleg eins og systir sín, söku þess að hún var daufeygð og Jakob var náttúrulega bara miklu hrifnari af Rakel. En sko, við skulum satt átt okkur einu.
Sko þegar að Jakob og Laban gera samkomulagið, þá hefur Laban samt 7 ár til þess að reyna að koma Leu út. En hann gerir það ekki, allavega tekst það ekki. Og maður bara velti fyrir sig, voru engir vonbiðlar fyrir hana, var þetta svona slæmt? Ég veit það ekki. En á brúðkaupsnóttina, þá segir náttúrulega, ég las áðan, að Laban sendi Leu dóttur sína inn til Jakobs. Og ég veit nú ekki alveg hvað það með Jakob, að fatta þetta ekkert fyrir morgunin eftir, en það nú bara allt önnur saga. Nú Laban búinn að svíkja loforð sitt við Jakob og það ekki eina loforði sem hann á eftir að svíkja við hann. Var Laban svona hræddur að hann myndi sitja uppi með hana Leu og þetta væri eina leiðin til þess að koma henni út í gegnum svik? Ég veit það ekki, en Jakob fékk loksins Rakel og vann svo í 7 ár. Og ég hugsa bara, greiðlega að hanga þessa 7 hveitibrauðsdaga með honum Jakobi sínum, vitandi það að hann var bara að bíða eftir að komast til Rakelar. Ég get ímyndað mér að það hefur vakið upp ýmsar blendnar tilfinningar hjá Leu. Og þegar hér komið við sögu, þá Jakob búinn að svíkja bróður sinn 2 svar og Laban búinn að svíkja Jakob. Esau var búinn að gefa frá sér frumburðarréttinn og öllu sem honum fylgdi og þar að auki þá giftist hann 2 konum sem að urðu foreldrum hans Ísak og Rebekku hinn mesta skapraun. Ég vona enginn okkar sé í þessari stöðu. Jakob aftur á móti giftist innan ættarinnar með velþóknum foreldra sinna og staðfesti þar með rétt sinn til frumburðarins og blessunarinnar sem hann hafði í raun stólið frá bróður sínum. Og ég spyr, Guð bara dús? Það merkilega er að Guð var með Jakobi þrátt fyrir þetta allt saman. Þetta eru svik á báða bóga, en Guð var með, en þetta hafði samt afleiðingar. Hvað gerðist? Jú, það að Jakob sviki Esau gerði það verkum að þetta flýja heiman til að halda lífi. Segja skilið við fjölskylduna sína og hvenær myndi hann eiga afturkvæmt heim. Það að Laban sviki Jakob með því að lauma Leu inn til hans en ekki Rakel, gerði það verkum að Lea satt í hjónabandi með manni sem elskaði bara systur hennar og hún þurfti að horfa upp á ást þeirra alla daga. Og Jakob satt í hjónabandi með 2 systrum en hann ætlaði bara að eiga aðra þeirra og elskaði bara aðra þeirra. Og samband þeirra systra var afar slæmt og einkenndist afbrýðisemi á báða bóga. Talandi fjölskyldu sem ekki að fúnkera. Kannski við mörg bara heppin. Og við skulum taka næstu glæru. Þið orðið voða þreytt? Þið megi standa upp og alls konar. Þetta allt í lagi. Ég ekkert stressuð yfir þessu. Lea var eyðilögð. Hún þráði að vera elskuð, en Jakob sá bara Rakel. En það svo merkilegt að mitt í ömurlegheitum lífsins, sem oft eru bara áskopið á mannanna verkum, þar mætir Guð. Þegar Guð sá að Lea var ekki elskuð, gerði hann hana frjósama, en Rakel ófrjósama. Og á þessum tíma hafði frjósemi kvenna 2-falda merkingu. Það var hlutverk kvenna að fæða karlkyns erfingja til að viðhalda ættinni, en það var líka trúarlegt stöðutákn. Ef þú átti börn, sérstaklega sveinbörn, þá voru blessun Guðs yfir þér en annars ekki. Og mjög líklega hefur Rakel fundist bölvun hvíli yfir lífi sínu. Lea öfundaði systur sína fyrir að eiga ást Jakobs og Rakel öfundaði systur sína fyrir að geta eignast börn. Barnleysi laðist þungt á Rakel og hún sagði við Jakob, láttu mig eignast börn svo ég deyi ekki. Jakob reiddist og sagði, ég þá Guð? Það hann sem hefur synjað afkvæmis. Og þetta virðist hafa verið álag á hjónabandið og við sjáum að rifrildi hjón nú ekki nýja nálinu. Og í 29. kafla, versir 31 áfram, þegar drottinn sá að Lea naut ekki ástar, þá gerði hann hana frjósama en Rakel ófrjósöm. Og Lea var þunguð og fæddi son sem hún nefndi Rúben og því sagði hún, drottinn hefur séð neyð mína og nú mun eiginmaður minn elska mig. Og af þessu þá sjáum við að hún hefur úthellt raunum sínum fyrir Guði og sagt honum sínar innstu þrár, en allt kom fyrir ekki. Jakob elskaði bara Rakel. Hún var þunguð öðru sinni og fæddi son, þá sagði hún, drottinn hefur heyrt að ég naut ekki ástar, þess vegna hefur hann gefið mér þennan son og hún nefndi hann Símeon. Hún enn á úthalda hjarta sinu frammi fyrir drottnum raunir sínar, því að þetta greinlega hennar æðsta ósk að eignast ást mannsins síns. Og enn varðu þunguð og ól son og sagði,
Nú verður eiginmaðurinn minn elskari að mér því að ég hef fætt honum 3 syni og þess vegna nefndi hún hann Leví. Hún virðist vera hugsjúk þetta. Hún jórtrar á þessu ár eftir ár og lifir í vonin að hagur hennar vangist og Jakob muni sjá hann og elska hana. Hún hefur trú á Guð muni græða þetta, hippi barba brella, en allt kemur fyrir ekki. Enn á ný hún þunguð og hún ól son og sagði, nú vil ég lofa Drottin. Þess vegna nefndi hún hann Júda og eftir það eignaðist hún ekki fleiri börn. Þetta var svona smá pása allavega. Þegar Júda fæðist, þá bregðum við nýjan tón. Hún vill bara lofa Drottin. Tökum eftir, hún lifir enn í ástlausu hjónabandi og aðstæður hennar hafa ekki breyst. Kannski þetta hennar mestu vonbrigði að vera gift manni sem elskar bara systurinnar og vera alltaf númer 2. En það sem hún þráði var að vera séð, elskuð og metin að verðleikum, bara alveg eins og við öll hérna inni. Og þó við séum trúið, þá býður lífið okkur upp á alls konar áskoranir og raunir, rétt eins og gleði og sigra. Og sumar áskoranirnar og raunirnar eru sjálfskapaðar eins og hér, en stundum fáum við bara ekkert við aðstæður okkar ráðið. Og stundum það nú bara þannig að við þurfum að ganga í gegnum raunirnar og aðstæðurnar okkar. Ég velti oft fyrir mér, ég velti oft fyrir mér bara einhverjum svona ákveðnum hlutum. Ég dett oft í eitthvað svona jórt. Þú veist, vera hugsjúkur eitthvað. Það eitthvað sem liggur mér á hjarta og ég bara alveg stöðugt bara endalaust frammi fyrir Guði að jarmum það og jórtra á því. Þið vita að kemur allt upp aftur, þú veist, þetta svo gott orð. Það svo lýsandi fyrir það þegar maður bara svona hugsjúkur. Samt segir Jesú, veri ekki hugsjúk neitt. Þetta gjör í öllum hlutir óskir að kunna Guði. Hún gerði það hún Lea og á einhverjum tímapunkti í þessari angist sinni, þar sem hún var stöðugt að ákalla Guð og hrópa til hans, þá hafði hún náð að taka augun sín frá þessum aðstæðum sínum og setja hann á Jesú. Og þá gat hún lofa Drottin þrátt fyrir aðstæðurnar verið eins og þær voru. Það virðist í gegnum þessar raunir hennar með Guði, þar sem hún ákallar hann stöðugt, að þá hafi trú hennar vaxið og dafnað og hún náði að hætta að hugsa þetta veraldlega í kringum hana, treysta Guði og lofa hann í þeim kringumstæðum sem hún var í. Og á tímum hagkvæmis hjónabanda höfðu konur ekkert að segja mannsefni sín. Og ef Guð ekki breytti högum Leu, þá var þetta bara svona. Og enn í dag, 2024, þá erum við að lesa Leu, konuna sem var uppi fyrir nokkuð 1000 árum og var ekki elskuð og var daufeygð. Við lesum hana að því að Guð elskaði hana og sá hana og blessaði líf hennar þrátt fyrir allt. Hann beitti henni blessun í aðstæðum sem hún fékk ekki breytt. Hann sýndi henni að þó hún var ekki elskuð af mönnum, þá var hún elskuð af Guði og ekki nóg með það, hann lyfti henni upp. Hann veitti henni upphæð því frá syni hennar Leví komu Móses, Aron, Miriam og allir prestar Ísraels. Sonur hennar Júda réði Júdeu og Júda var forfaðir Davíðs konungs. Lea var formóðir konunglegu ættpíslar Ísraels. Hún formóður konunga og prinsa í 1000 ára og frá henni sjálfur frelsarinn okkar kominn, Jesú Kristur, hinn lifandi og eini sanni Guð. Já, hver okkar hefur ekki stundum verið Lea, einmana, ekki elskuð, með áhyggjur, buguð, skiljum ekki neitt, akkur Guð græjar ekki bara hippi, barba brella. En munum, stundum þurfum við bara að lifa eins og annað fólk hér á þessar jörð og ganga í gegnum súrt og sætt. En vitum að eins og í þessari sögu, þá stendur trúfesti Guðs við okkur alltaf hins sömu. Stendur alltaf stöðug. Þannig að gefum Guði allt. Ég ekki að mæla móti að vera eins og Lea, úthellum hjart okkar fyrir Guði og reynum að komast á þenn stað þar sem að við getum tekið augu okkar af vandamálunum og áhyggjunum okkar og fært fókusin yfir á Guð og lofað hann
Því að hann mun vel fyrir sjá, hann hefur sagt að hann muni veita okkur vonaríka framtíð. Og þetta var sigur Leu, að geta fókuserað á Drottin og lofað hann og Guð blessað hana og lyfti henni upp. Við skulum biðja saman. Já, Drottinn minn, ég þakka þér fyrir það að náð þín er ný á hverjum degi. Ég þakka þér fyrir það að við getum komið fram fyrir þig með bara öll okkar mistök, all okkar synd. Við getum komið fram fyrir þig með all okkar áhyggjur, Drottinn, all okkar sorg og all okkar byrðar, Drottinn, og líka all okkar gleði, Faðir minn. Og ég þakka þér fyrir það að nærvera þín er fyrir okkur hvert og eitt hér í dag. Þú hefur áætlun til heilla og hamingju, til sigurs, Drottinn. Og ég þakka þér, Jesú, að með krossdauða þínum þá settur okkur í sigur liði, Drottinn minn. Upprisu þinni vannstu sigur á syndin og henni illa, Drottinn minn, og gafst okkur tækifæri að eiga líf með þér. Líf í nærveru þinni, líf í sigri þínum og líf þar sem við fáum að sjá fingraför þín í líf okkar. Fáum að sjá þær blessanir sem að þú hefur lagt í líf okkar, Drottinn. Og ég bið það, Drottinn minn, að við mættum öll líta með ábyrgð, Drottinn minn, á þau réttind og skyldur sem að við fáum þegar við verðum hluti í þínum ríki, Drottinn. Að við mögum nálægja okkur þér, Drottinn minn, og vera í þér, Herra, svo að við vinnum sigur í öllum kringustæðum, Drottinn, og náum að fókusa þig og lofa þig. Og ég bið þig að hvert og eitt okkar með virkilega leita þínum helgina. Leyfa þér að umbreyta okkur. Leyfa okkur að koma af brunninum og drekka vatni þínu, svo þú megi umbreyta lífum okkar. Gef okkur sigur í öllum aðstæðum. Og ég lofa þig fyrir það að þú ert Drottinn drottnanna og konungur konungarna sem hefur allt vald á himnu og jörðu. Í Jesú nafni. Amen.